Brandur Bjarnason Karlsson í hjólastól og hann þessa dagana að ferðast hringinn í kringum landið til þess meðal annars að vekja athygli á hvernig fötluðu fólki gengur að komast leiðar sinnar, að fara í verslanir, opinberar stofnanir og svo framvegis. Vertu velkominn. Takk. Þið eru núna á Akureyri en þú byrjaðir og þið byrjuðu ferðina á Bessastöðum. Já, forsetinn var svo indæll að bjóða okkur að koma í morgunkaffi og byrja ferðina þaðan. Og svo ferði vakti nú athygli meðal annars fyrir það að aðgengismál á Bessastöðum kannski ekkert í sérstaklega góðu horfi. Nei, og hann mjög meðvitaður það, en þeir hafa verið að redda sér svona með slískjum. En eins og ég benti honum á, að þá munur á því að vera með ramp sem að svona setur ákveðna yfirlýsingu að fólk með hreyfihamlanir sé þá velkomið þar. Frekar en að þurfa að vera að kalla alltaf út svona hópa fólki en eins og sást á myndunum þá gekk forsetinn bara í það hlutverk og lagði rampið niður sjálfur. En já, hann búinn að lofa því að bæta úr málum og ég hef mikið traust til hans, þannig ég held að þetta verður örugglega komið fyrir en síðar. En í þessari hringferð, svona fólk sem þú hefur hitt og rætt þessi mál, það ekki þannig að allir vilja hafa aðgengismál í góðu lagi? Jú, nánast undantekningarlaust. Ég hef nú ekki hitt neinn ennþá sem hefur þórað að segja allavega að honum sé saman þetta. Og ég held að þetta sé svolítið munurinn á ferðinni sem við fórum seinast. Það var nú aldrei neikvæður þá en það var meira það að fólk gerði sér ekki grein fyrir að það væri eitthvað vandamál á Íslandi og skiljanlega kannski. Áður en ég lenti í hjólastól þá gerði ég mér ekki grein fyrir hvað það væri erfitt að fara og ferðast bara alls staðar landið. Þannig að ég held að þetta sé ákveðin breyting. Fólk gerir sér betur grein fyrir að það vandamál og eitthvað þurfa að gera til að leysa það. Hvað ertu búinn að vera lengi í hjólastól? Þetta að verða cirka 10 ár núna. Og fyrir 10 árum þá varst þú ekkert að spá í þessa hluti? Nei, í rauninni ekki. Þá var ég fullfrískur og þekkti engan sem var svona bundinn við hjólastól. Þannig að það var bara ekkert sem gerði að verka með ég fór að hugsa út í þessa hluti. Nei. En það svona, skynjarðu það sem sagt að það sé að verða núna svona einhver svona, hvað ég segja, vitundavakning? Já, ég held það. Mér finnst svona, þegar maður byrjar að tala þetta, að fólk tekur strax fram að þetta sé svo sjálfsagður hlutir, að það sé aðgengi alls staðar og að það þurfi að taka eitthvað sameiginlegt átak til þess að bæta aðgengi það sem hægt er. Við búum náttúrulega þar sem eru mikið af gömlum húsum, þannig að það mjög kostnaðarsamt að breyta gömlu húsunum og ég held líka þeir sem í þessari hagsmunabaráttu gerir sér alveg grein fyrir því og krafan kannski ekki að það sé öllu breytt 1, 2, 3, heldur aðalega þegar verið að byggja nýbyggingar og nýja staði að það sé þá tekið tillit til þess og því miður þá það að gera stundum að það gleymist eitthvað. En það ekki stundum líka þannig að það ekkert mjög kostnaðarsamt að koma hlutunum í lag? Nei, það er alltaf hægt að redda hlutunum. Það er alveg hægt að búa til svona einfaldari rampa sem að þurfa ekki að kosta mikið. En þá náttúrulega, það er eitt sem við stundum lent í að fólk kemur og spyr okkur hvernig var bæta aðgengi og þá maður ekki alltaf viss hvert maður á að benda. Þannig að það er kannski vantar líka svona eitthvað embætti eða eitthvað fyrirtæki sem að það bara sérhafi sig í þessu og mögulega það til. Ég veit ekki ég ekki kann það sjálfur nægilega vel. Nei. En það þá kannski strandar það þá kannski bara fyrst og fremst á fjármagni eða hvað? Já, og reglugerðum. Og reglugerðum? Já, það er náttúrulega pressan. Þegar ég var að rannsaka þetta fyrir 3 mánuðum síðan eitthvað, að þá uppgötvaði ég að það eru reglugerðir á Íslandi það að fyrirtæki verði að hafa plan hvernig þau ætla að bæta aðgengi. Það þarf að vera 6 mánaða plan, frá með deginum í dag og næst 6 mánuði hvernig ætla þeir að bæta aðgengi. En svo er engar reglugerðir að það þurfa að framfylgja þeim lögum. Og þetta getur náttúrulega verið að ég sem ég skildi það en svona skildi ég þetta þá. Þannig að ég held að ef það á að gerast eitthvað virkilega átak í þessu þá þarf að koma upp einhvers konar sambærilega embætti og brunavarna eftirlitið. Það þyrfti að vera einhvers konar svona aðgengiseftirlit
Það til fordæmi fyrir þessu í Bandaríkjunum og Evrópulöndunum, sko. Ég var nýlega í heimsókn í Þrándheim, sko, og þar eru bara harðar reglur að það verða að vera rampur ef það verða að veita veitingar og eitthvað slíkt, sko. Ef það eru leyfisveitingar frá ríkinu, þá eru slíkar leyfi ekki veitt nema það sé allt í orden, sko. En ef að þú hugsar þá kannski svona bara 2-3 ár fram í tíman, þannig að mér heyrðist það svona á þér að þú sjáir fram á að bjartari tíma, getum við sagt, í þessum efnum. Já, ég mjög bjartsýn, sko. Ég það yfirleitt. En ég held núna þarf náttúrulega bara að finna einhverja frumlega leiði til fjármögnunar og ég held að eitt gott fordæmi var náttúrulega Bíóparadís. Þar sóttu þeir eftir fjármagni bara frá almenning og fengu náttúrulega fjármagn til þess að byggja lyftur til að gera afgengi að þeirra aðstæðum, sko. Ég veit að þú áttir, fyrir þetta viðtal, þá áttirðu fund með bæjarstjórnar fólki á Akureyri. Hvernig var þetta tekið? Bara mjög vel. Ég veit að hann einmitt í sömu stöðu sem margir, sko. Þeir vilja gera meira en það fjármagni sem takmarkar, en mér skilst að það sé metnaðarfullt verkefni í gangi núna til að bæta aðgengi að listasafninu á Akureyri. Og það náttúrulega, ég listamaður, þannig mér finnst það mjög gleðið mig að heyra, þannig að ég ætla að koma inn og halda listarsýningu tíman næstu árum, sko. En aðeins svona að hringferðinni, þú ert búin að fara áður hring og svo fram, það alltaf gaman að ferðast landið okkar fallega. Já, ég vann sem landvörður þegar áður ég slasaðist, sko. Þannig að ég unni landinu mikið og mamma jarðfræðingur, þannig ég ólst upp flakkandi, sko. Þannig að það var svolítið högg þegar ég veiktist og hætti að geta flakkað, sko. Þannig að þetta var fyrir 2 árum þegar við fórum hringinn, sko. Það var með mikið hvatning og náttúrulega viðbröðin sem við fengum við ferðinni var náttúrulega alveg svakaleg, þannig að það búið að vera lengi sitja í mér að fara annan hring, sko. Og þetta náttúrulega svo fallegt land sem við eigum að það synd að það sé ekki opnara fyrir þeim sem eru með hreyfihamlanir, sko. Sem á náttúrulega að vera sjálfsagt, getum við sagt. Já, það ekki. Þetta var, sko, gaman að segja, mér finnst allt svolítið fyndið að Gísli sem með mér í að skipuleggja ferðina, sko. Þetta byrjaði allt með því að hann frétti að það væri ekki aðgengilegt klósett þarna á einhverjum, 400 kílómetra kafla. Þannig að svona kvikindisskap í honum þá vildi hann láta mig fara hringinn til að ég þyrfti að halda í mér alla ferðina, en ég með atvinnu blöðru, þannig að það var ekki mikið mál. Nei, þannig að það er fjör hjá ykkur félagunum. Já, maður verður að hafa gaman að lífinu, sama hvað gerist, sko. Það heldur alltaf áfram einhvern veginn og það sko, þetta hugtak fötlun, sko, að það eina skipti sem ég held að fatlaðir upplifa að þeir séu fatlaðir þegar þeir lenda á þessum takmörkunum, sko. Þannig að ef það aðgengi og samfélagið opið fyrir þeim, þá engin ástæða fyrir því að við getum ekki upplifað okkur eins og bara hver annar, sko. Tökum undir þau orð og örugglega allir sem eru að horfa. Brandur Bjarnason, þakka þér kærlega fyrir komuna og gangið vel suður og þar með föstudagsþættin N4 lokið. Verið sæl og góða helgi.